Já, komið þið sæl aftur. Lægðirnar eru nokkuð djúpar hér í Norður-Atlantshafinu þessa dagana og við fengum nú að kynnast því í gær. Það var töluvert hvasst hjá okkur og hefur verið það undanfarna daga, ekki síst hér á suðvesturhorni landsins. En verið svona heldur rólegri yfir sig hjá okkur í dag, en það nú að breytast. Við erum með lægð hér suður í hafi sem er bæði djúp og víðáttumikil og við sjáum að hún fikrar sig það sem eftir að þessum degi til norðurs og mun að endingu á morgun ganga norður yfir landið. Verður þá nokkuð hvasst, sérstaklega þá á austurhelmingi landsins. En hún nú samt sem áður að ýta okkur hér hlýju lofti úr suðaustri. Verður sæmilega hlýtt hjá okkur á morgun. En þegar lægðin farin yfir og skilin sem fylgir henni þá mun nú kólna töluvert og að sjá að það verði svona dálitlar sveiflur í hitafarinu næstu daga. En með upp úr hádegi á morgun verður staðan á þessa leið. Það stíf suðaustlæg átt í vel flestum landshlutum eða svona minnstur vindur á norðvesturhorninu. En allan að hér til fjalla getur verið góðir vindstrengir og því sama á við á Suðurlandi undir Eyjafjöllum og þar og hefur verið varað sérstaklega við því fyrir vegfarendur. En það mun rigna töluvert í þessu suðaustanlands eiginlega allan morgundaginn. Úrkoman verður slitróttari og í minna mæli í öðrum landshlutum og sennilega verður að meira og minna þurr á Norðurlandi á morgun. En lægðin kemur nær og klukkan 9 annað kvöld þá hún komin hér upp að suðurströndinni. Áfram heldur hún að rigna duglega hér suðaustanlands á undan áður en að skilin ganga yfir. En svona helstu breytingar eru þó þær að það bætir í vindstyrk þá hér sérstaklega austanvert landið þegar að lægðin fer yfir. Fyrst af suðaustri og seinna meira af suðvestri þegar lægðin komin yfir. En suðvestan á þeim mun nú reyndar ganga niður þegar líður á föstudagsmorgun og orðið rauninni þokkalegasta veður á mestöllu landinu á föstudaginn. Allan að framan af degi, það verður bjart norðanvert landið, getur eitthvað dropa lítilega hér syðra, en við viðbúið að það muni bæði þykna upp og hvessa og bæti í úrkomu þá á föstudagskvöld því að næsta lægð bíður og hún verður nú farin af áhrifum hér á laugardaginn. Þetta nú svona strekkingsvindur sem staðar allhvast hér sunnan til á landinu með talsverð úrkomu þá á Suðausturlandi en minna annars staðar og jafnvel að verið þurft fyrir norðan og sjáist eitthvað til sólar yfir daginn. Og eitthvað verður hún austlægari áttin þá á sunnudaginn. Stífasta vindi verður að finna hér með ströndinni sunnan og vestanverðri og væntanlega bjartast þennan daginn þá hér á Vesturlandi en það verður skýjað meira og minna fyrir austan og lítilsháttar úrkoma þar á ferð. En fyrir þá yfir til Evrópu, við sjáum að það svona tiltölulega hlýtt hjá okkur, en Evrópa í rauninni að færast í vetrarbúning getum við sagt. Við sjáum að það hæð hér yfir Skandinavíu, það bæði kalt þar en svona sólríkt víðast hvar og þá nú við mið-Evrópu sjáum við og hitinn svona nærri núllinu nokkuð víða. Rignir töluvert inn á Adríahafi og Balkanskaga og svo sjáum við að það skil sem teygja sig yfir Íberíuskaga og þar mun rigna dável á morgun og snjóa til fjalla til að mynda á Spáni. Og í Norður-Ameríku þá við sjáum svona tiltölulega rólegt í þessu korti nema þegar kemur að hér suðvesturríkjum Bandaríkjanna þar sem við Mexíkóflóa mun rigna mikið í Texas á morgun. Þessi lægð færi sig hér til austurs með þetta úrkomubelti. En það eru litið kannski svona nokkuð hefðbundið stað og við sjáum að það svona frost að norðadreigur þessi kort eins og von og vísa En enda þetta á korti morgundagsins. Verið sæl.